hvað var svona fyrsta svona stóra giggið þitt eða svona? Sko, ég hafði náttúrulega ekkert mikla trú á mér, sko, að ég gæti eitt eða neitt, sko, og en svo fór ég bara að fatta að svo fór ég að taka myndir og svona, og þá komist samt alltaf flotta myndir, sko, og svo, hann ég fer í skóla til Hollands, Já. og þá allt í einu bara í dottunni inn í eitthvað sem bara finnst alveg rosa gaman og bara alltaf í skólanum, bara alveg skólinn lokar klukkan 9 á kvöldin, þá var ég ennþá í skólanum, skilur, Já. og bara hefði viljað vera lengur, sko, bara í myrkrakompinu og svona, sko. Og svo fór ég heim um sumari, sko, og þá fekk ég vinnu á svona vikublaði sem hét Pressan. Já. Sem var svona, þetta var svona arftæki Helgapostins, ef við veist eitthvað það, og þetta var svona rannsóknarblaðamennska, og þetta var svona nýtt það var svona ný áhöfn á pressinu, þetta var fara á hausinn og eitthvað svona, eða gekk illa, og svo bara ráðin ný ritstjórn og allt nýtt lið sem var ráðið þarna inn, sko, og mér var sagt að sækja og ég sótti og fekk jobbið, sko. Já. Og þarna var Gunnar Smári ritstjóri og Kristján Þorvaldsson heitinn ritstjóri líka, og Sigurjón Magnús Egilsson blaðamaður, og rosa flott lið, Kristín Þóra var þarna líka, Egill Helg og svona eitthvað líka, nema hann ekki þarna, það var þetta var svo, og blaðið bara fór alveg svona upp og gekk svaka vel, sko, bara alveg seldist, og var mjög flott lið, sko, og þetta rauninni svolítið svona kannski stóra stökk í mitt, eða þú veist, þarna ég var bara eini ljósmyndarinn á blaðinu. Já. Og hefði aldrei í rauninni, sko, unnið svona áður, skilur, að vinna á svona dagblaði, svakalega mikill hraði, og þetta ekki digit, allt fyrir filmur og framkvæmlega filmun og búið til mynd og skilin mynd og eitthvað svona. Já. En þarna var ég í rauninni með heilt svona blað bara, sem var bara fyrir mig, bara svo alla myndir mínar bara í blaðinu, skilur, þannig ég auglisti svolítið, sko, upp þannig, sko. Já, þetta hefur verið skemmtilegt, eða ekki? Já, var alveg bara eftir fyrsta veturinn, eða sko, ég byrjaði haust, og fyrsta bara veturinn, það var alltaf svona blaða ljósmyndasýning, þú veist, árlega mann ekki hvernig það sko, og þá vann ég verðlaun fyrir, sko, fyrstu verðlaun fyrir portrétt, skilur, bara nýbyrjar bara, og svo árið eftir vann ég afturverðlaun, skilur, fyrir svona í opnum flokki, þannig að svona mér gekk alveg vel, sko.